Ég var út í Bandaríkjunum á þessum tíma og þar var í raun og bara mín nánasti fjölskylda, eiginkona og börn, barn á þessum tíma. Það gekk mjög vel, það náttúrulega var áfall fyrir alla, en sérstaklega náttúrulega með konuna mína. Hún var mjög involverið, hún var mjög virk strax í því hvað ég var að gangi í gegnum. Og sem dæmi þá kom hún að öllu ákvarðanaferlinu með mér. Og svolítið gaman að segja frá því að þegar allt yfir staðið, ég er búinn að fá staðfestingu á að þetta sé krabbamein, ég er búinn að fá að vita að það er ekki komið út allt sem var ákveðin svona lífsreynsla út af fyrir sig, að bíða þetta langa tíma, veitandi ekki hvort þú ættir lífi fyrir fram að þig eða einhvern stuttan tíma, að þá tekur við raunir tímabil þar sem ég þarf að ákveða hvað ég ætla að gera. Vegna þess að það sem sjúklingar, ég kalla okkur viðskiptavinni frekar, viðskiptavinni heilbrigðiskerfisins, sem viðskiptavinni þá höfum við ákveðin réttindi. Þetta virðist gleymast ansi oft og fólk tekur allt sem að heilbrigðiskerfið segir manni, þá sérstaklega frá læknum, sem algildum hlut. Og fólk á einmitt að vera svolítið gagnrýnið og spurja. Við erum ekki að tala um að vera með einhvern mótþróa eða einhverja þráhyggju, en að spurja spurningar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun fyrir sig á hverjum tíma miðað við þær aðstæður sem einstaklingur lendir í. Og það sem ég gerði í raun og veru kjölfarið á þessu, og ég var út í Bandaríkjunum og það virka kerfi kannski pingu öðruvísi en það á ekki að gera það. Þau eiga að vera neytandanum eða viðskiptavinum eða sjúklingnum hliðholl. Þetta á að snúast sjúklingin eða viðskiptavinin. Og það sem ég gerði var að ég kallaði þá lækna sem að hugsanlega kæmu að mismöndi meðferðum, þann sem að myndi vera með lyfjameðferðina, geislameðferðina og svo minn krabbameinslækni og þvagsérfræðinginn sem að upphaflega skilgreindi að þetta væri krabbamein. Og þeir fóru bara í gegnum sögu eistakrabbamein og þessara tegundar sem að ég var með. Ég var mjög heppinn, ég fekk vægasta atriðið, vægasta einkennið af vægasta eistakrabbameinu, þannig að það var ekkert farið út allt og var auðvelt að taka það frá. En eftir sem áður þá fer maður alltaf í gegnum þetta sama ferli. En allavega þessir einstaklingar komu hver á fætur öðrum, klukkutíma hver, og þeir presentuðu bara sitt mál af hverju ég ætti að fara í meðferð til þeirra, hver var kosturinn og hverju voru gallarnir. Og í kjölfarið þessu svo setjumst við niður, ég og mín fyrirverandi, og tökum upplýsta ákvörðun kosti þess og galla. Ég geri þetta, leið A, leið B eða leið C. Leið C var valin sem var í raun og veru bara eftirlit. Það sem ég fór í eftirlit á fyrst 3 mánaða fresti, í sneiðmyndatöku 4 mánaða og svo 6 mánaða og svo framvegis. Og þetta er mjög dýrt. Þetta er dýrasta leiðin. Og svo þegar ég flyt til Íslands, þá sendi ég nokkrum krabbameinslæknum póst og segi, þetta er mitt prótokól, svona vil ég er með þessa sögu og ég er búinn að ákveða það að þetta er meðferðarúrræði sem ég ætla að fara í. Ég ætla ekki að fara í lyfjameðferð, ég ætla ekki að fara í geislameðferð, heldur ætla ég að taka þetta úrræði, en þess að lífslíkurnar voru ennþá, þrátt fyrir ég fengi krabbamein aftur sem er alltaf viss áhætta, lífslíkurnar voru vel yfir 80%, þannig að ég mata þannig og þá að ég myndi ekki gera neitt, en svo kem ég meðferð á hugsanlega í kjölfarið því að þá eru lífslíkurnar ennþá meiri. Þannig ég mata sem skásta kostin eða besta kostin að þurfi ekki verið með svona svakalegt inngrip sem að lyfjameðferð eða geislameðferð er. En ég ger mér fulla grein fyrir að þetta geta ekki allir gert. Það er að segja, sumir verða bara hreinlega að fara í meðferð. En ég var með þannig krabbamein að ég gat valið. Og ég sendi, áður en ég kem heim, þá sendi ég krabbameinslæknum nokkrum tölvupósta sem ég segi, svona vil ég gera þetta, svona vil ég að þetta sé gert. Ert þú tilbúin til þess að gera þetta? Og átti alveg von á því að fá svör þar sem að menn myndi bara segja nei, hefðbundin krabbameinsmeðferð á Íslandi fyrir þessu er svona. En fyrsti læknirinn minn, Sigurður Björnsson, hann sagði bara, vertu velkomin heim og við gerum þetta bara eins og þú vilt.